lækka þetta aðeins. Ef ég vil leiðast að andanum þá vil ég lækka þetta svo að þið geti sungið með. Peace like a river, love like a mountain, wind of the Spirit is blowing everywhere. Joy like a fountain, healing stream of life. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Peace like a river, love like a mountain, wind of the Spirit is blowing everywhere. Joy like a fountain, healing spring of life. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire Helgur andi, við þig bjóðum velkomin. Helgur andi, við þig bjóðum velkomin. Almáttugi Faðir, þú miskunnar mér, við þig bjóðum velkomin. Helgur andi, við þig bjóðum velkomin.
Faðir, við viljum gefa þínu nafni dýrð, við viljum lofa þig og Drottinn, þakka þér fyrir að þinn heilaga anda sem að starfa í okkur, með okkur, hjá okkur og dvelur á meðal okkar. Drottinn, bara lofum nafnið þitt. Og Drottinn, við viljum bara veita þér lotningu, við viljum tigna þig, við viljum upphefja þig á þessum degi og Drottinn, þakka þér fyrir dýrðin, þakka þér fyrir dýrðin og Guð. Oh, the glory ætlum við að hlýða á orðið hans. Bjóðum Snorra velkominn að tala til okkar Guðs orð í dag. Amen. Amen. Það eru mestu forréttindi lífs okkar. Það er að vera hlutakar í því sem við köllum Guðs ríki. Og það er svo merkilegt að Guðs ríki, það er hið innra á meðaliðar. Og mér er svolítið athyglisvert þegar við skoðum áhrif Guðs ríkisins. Við erum náttúrulega vön því að tilheyra íslenska ríkinu og við erum að heyra það að nú er íslenska ríkið, það stendur frammi fyrir því að mega velja þáttöku í ennþá stærra ríki heldur en íslenska ríkinu. Okkur er boðin þátttaka í Evrópuríkinu. Og Evrópuríkið er bara svolítið mikið stærra heldur en Ísland. Og þeir sem að þekkja nú kortin og skoða kortin, þeir vita það að Evrópuríkin þau ná alveg frá Grikklandi og sleikja landamæri Tyrklands og síðan fer þetta norður eftir og við vitum Þýskaland og Frakkland og Spán og öll þessi ríki sem að tilheyra Evrópubandalaginu. Það voru að bjóða okkur til að ganga þar inn. Og þetta er svolítið athyglisverður þáttur vegna þess að þegar við fórum að skoða hvað ritningarnar segja við okkur Guðs ríkið, að þá er það eiginlega í grófu tali bara að Guðs ríkið
það komið inn í annað jörðina þegar Guð mætir á staðinn. Og það flottasta sem við vitum Guðsríkið, það var þegar Adam og Eva voru bara nýbökuð og nýkomin upp úr jörðinni og það var búið að taka upp og þau voru farin að ganga þá mætti Guð til þeirra í morgunsvalanum og þau sátu saman og spjölluðu og það svolítið athyglisvert að Guð, hann kom. Hann snerti jörðina, hann var með þeim. Og Guðsríkið var greinilega áhrifavaldurinn í kringum Adam og Evu. Vegna þess að öll paradís, hún var alveg eftir höfði Guðs. Og þegar við vitum að Adam, hann fór þarna, var í Guðsríkjun og fékk að haga sér eins og á vildi, það var bara eitt lögmál sem hann varð að halda í. Það var, þú mátt ekki borða skilnistrénu. Allt hitt var honum falt, en hann þurfti endilega að borða skilnistrénu. Þar með mist hann að Guðsríkinu. Og svo saga mannkynsins þannig að Biblían greinir frá að við erum með ríki sem hafa verið að koma, rísa upp og taka völdin. Og eitt fyrsta ríki sem tekur völdin, það ríki syndarinnar og dauðans. Og þið sjáum með Adam og Evu, frá þeim þá breyttist syndin út og dauðin kom inn. Svo næsta ríkið og það ríki eyðingarinnar þegar Guð dæmir heiminn og það kemur Nóaflóð. Og Nóaflóðið var ekkert annað en bara ávöxtur af syndinni. Og það svolítið athyglisvert með okkur sem tilheyrum Guðsríkinu. Við erum kannski ekkert mikið að tala þann ávöxt sem syndin hefur. Við vorum að tala þetta uppi ég og Bergsteinn Ómar áðan, hvað mikið af Guðsríkinu fer fram hjá mönnum. Og við erum að sjá það að unga fólki okkar leitt fram til fermingar og þau að taka þátt í alls konar upplýsingum bæði það sem skiptir máli og það sem skiptir engu máli. Það eiga allir fermdir og svo taka þátt í kirkjunni og þá þið bara komnir inn í Guðs ríkið. En þú sér það ekki á garðinum sem þau eru í. Þú sér það á ávöxtunum. Það eitthvað sem hefur farið verulega úrskeiðið hjá okkur á Íslandi að Guðs ríkið virðist vera svo fjarri. Og nú Guðs ríkið á Íslandi í ákveðnu uppnámi vegna þegar við förum að skoða Guðs ríkið þá það í ákveðinni baráttu, má ég segja samkeppni og þetta fá að benda ykkur á, takkið nú, við skulum fara í Opinberunarbókina og það í Opinberunarbókinni 12 og 13 að þá svolítið merkilegu þáttur með Guðs ríkið. Það sagt við okkur að í 12. kapitulunum þá talað og tákn mikið birtist á himni. Kona, klædd sólinni og tunglið var undir fótum hennar og á höfði hennar var kóróna af 12 stjörnum. Hún var þunguð og hljóðaði jóðsótt með hörðum hríðum. Annað tákn birtist á himni. Mikið dreki rauður hafði 7 höfuð og 10 horn og höfðum 7 ennistjást. Svo ef við förum að bera þetta svolítið saman, þá konan með 12 stjörnurnar, þetta greinilega eins og Ísrael. Ísrael samansett af 12 ættkvíslum. Og hún tilheyrir einu ríki, en svo næsta ríki við hliðina sem nefnt bara í næsta versi, það rauði drekinn sem hafði 7 höfuð og 10 horn. Og það ríki hefur alltaf verið í endalausri baráttu við Guðs ríkið. Þess vegna skiljum við sögurnar píslavottana. Þeir þurftu að standa klárar á því frammi fyrir ríki drekans og djöfulsins. Hvor ætlum við að tilheyra? Ætlum við að tilheyra Kristi? Erum við Guðs ríkisins megin? Eða ætlum við að tilheyra einhverjum öðrum? Og Guð hefur alltaf verið að brýna kirkjuna, veriði mínir. Mínir sauðir heyra mína röst. Komið til mín allir þér sem við þungur hlaðnir. Og það alltaf verið að bjóða okkur þáttöku í Guðs ríkinu. Á sama tíma verið að ógna tilveru Guðs ríkisins með alls konar hugmyndum sem að snert okkur. Og ein hugmyndin, þú átt að kjósa hana núna 29. ágúst. Ætlum við að vera ríkisins megin, Guðs ríkisins megin, eða ætlum við að láta leið okkur
inn í annað ríki. Og ég fór á fund fyrir viku síðan hjá Já-hreyfingunni. Það var Baudenbacher, hann var að segja okkur frá því sem mér þótti mjög athyglisvert. Hann sagði Evrópubandalagið svona í dag en það verður ekki svona á morgun. Hann sagði að tilgangunni hjá þeim að fara með ríkið inn í þá stöðu að það verði stórt og voldugt og öflugt. Og vistu það kviknaði hjá mér bara já, einmitt. Það bara laukst upp fyrir mig þetta merkilega mál. Sjáu þið 13. kapitulan og 1. versið í Åpenbarunarbókinni. Þá einmitt að segja við okkur, þá sá ég dýr stíga upp af hafinu. Það hafði 10 horn og 7 höfuð. Alveg svo ríkið sem að rauði drekinn hafði í 12. kapitulunum. Eitt ríkið sem hafði 10 horn og 7 höfuð. Svo fletti ég aðeins neðar í bókinni. Ég ætla að fara með þig í 11. versið. Það er 11. versið. Og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni. Það hafði 10 horn, lík lambshornum, en það talaði eins og dreki. Það fer með allt vald fyrradýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbiðja fyrradýrið sem varð heilt af banasári sínu og það gjöri tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðinni fyrir augum mannanna. Þetta það ríki sem að Evrópa stefnir á. Svoleiðis að kjósa núna 29. Þitt atkvæði, það hefur jafnvel það að segja hvoru ríkinu við tilheyrum, förum við þarna inn í það sem að Åpenbarunarbókin að vara okkur við og tala við okkur, að við sjáum hvernig ríkið að fara, eða við að fara eitthvað annað. Ætlum við að fara í Guðs ríki, ætlum við að nálgast Krist, ætlum við að vera Biblíumegin, ætlum við að vera þeim megin sem við heyrum röst Guðs sonarins og við vitum að Jesús tala til safnaðarins með sinni náð og miskunn og það eina vonin sem að mannkynið hefur frá því að lenda í ógöngu djöfulsins, það að heyra Jesú Krist, heyra röst hans, heyra það sem hann hefur að segja og það svo merkilegt fyrir okkur líka. Fyrir bragði þá erum við með nákvæmlega orð Guðs, Biblíuna, til þess að láta það leið okkur úr ógöngunum sem Adam og Eva lentu í, sem kynslóð Nóa lenti í, sem allar kynslóðir í mannkynssögunni hafa lent í. Og hvers vegna ég að tala svona? Jú, við skulum aðeins rifja upp. Einu sinni þá voru Ísraelsmenn teknir út úr Egyptalandi. Þeir voru látnir fá lögmálið og þeir áttu að hlýða Guði samkvæmt lögmálinu. En það dugði ekki nema í 1000 ár. Þá voru gyðingarnir orðnir svo óhlýðnir að Guð sendi þá í herleiðingu, nákvæmlega eins og var búinn að segja við þá, það verður ávöxtur af syndinni, þið verið sendir til herleiðingar, Babylon mun taka völdin. Og það akkúrat það sem gerðist að gyðingarnir sem mistu af því að varðveita trú sína í lögmálinu sem átti að geyma þá og passa þá, þeir voru sendir til ríkis Babyloniumanna. Og ríki Babyloniumanna, það svo athyglisvert með það sagt frá þessu 1. Mósebók að það var til vegna uppreisnar gegn Guði. Guð og allt það sem að Guð sagði, það vildu Babyloniumenn ekki hafa. Og við stöndum bara frammi fyrir þessum málum að mannkynið á svo óskaplega auðvelt með að fara í einhverja uppreisn. Nei, þetta þarf að vera einhvern veginn öðruvísi og þetta teygir sig jafnvel inn í kirkjur. Meðal trúara, meðal kirknanna, þá eru kirkjurnar ekkert endilega sammála orð Guðs. Ég fletti orðinu og þá segja aðri að ég ekki sammála þessu. Og kirkja mín ekki sammálað ykkur og við erum að heyra það að kirkjurnar hér og þar og út allt, það eru meira og minna ósammála. Hverju? Orði Guðs. Það vilja hafa sína eigin útgáfu. Við viljum vera hvítasunnumenn með okkar hvítasunnu útgáfu. Við erum ekki baptistar vegna að, svo kemur ykkur önnur skýring, við erum ekki lúterskir vegna þess að, við erum ekki katólskir vegna þess að. Ef við látum orð Guðs leið okkur,
þá leiðir orð Guðs okkur í gegnum svona kringumstæður þegar jafnvel gylliboð á vegum heimsins og bjóð okkur að taka þátt í því ríki sem ekki af Guði komið. Þegar við förum til að skoða söguna, mannkynssöguna, þá var Babýloníuríkið, það féll og þá tók ríki Meda og Persa við. Og það hefur sína sögu í mannkynssögunni. Eftir Babýloníu, eftir ríki Meda og Persa, þá kom gríska heimsveldið. Það var með Alexander mikla og öllum þeim. Og þegar það féll, að þá kom rómverska heimsveldið. Þannig að hvert ríki af öðru reis og tók völdin og fór að stýra, þeir áttu allir sameiginlegt, að stýra gyðingum. Fara gegn gyðingum og hafa þá undir sér. Gyðingarnir sem voru fulltrúar Guðsríkisins, þeir voru allt í minnihluta. Þeir réðu ekki. Þeir gátu ekki gert það sem við vitum að Guðs vilji. Það var endalaus togstreita á milli. Og þegar ég heyrði hann Baudenbacher tala ferð Evrópusambandsins, þá bara kom svona til mín, við virkilega í samskonar sporum í dag og gyðingarnir voru áður fyrr? Virkilega verið að bjóða okkur þátttöku í Evrópuríki sem bara manngert og það merkilega við það ríki, það tilheyrir svokallum Rómarsáttmála sem gerður var. Rómarsáttmáli þýðir það að þeir ætlaðu að reyna að endurvekja rómverska heimsveldið á nútíma mælikvarða. Þetta hefur reynt áður. Einn sá sem reyndi að endurreisa hið heilaga rómverska ríki, það var Karla Magnús og þá voru að tala 800 eftir Krist og hann ætlaði að búa til þetta frábæra ríki með kirkjunni, með ríkisvaldinu eða konungsvaldinu og þetta átti að færa blessun yfir alla Evrópu. Það var bara aldrei verið friður í Evrópu eftir þetta. Og það var heldur ekkert friður áður. Þannig að Guðsríkið sem réttlæti, friður og fögnur í heilugum anda, það náði aldrei að skjóta rótum nema á einföldum stöðum, bara örfáum stöðum. Við erum bara hluti af þessu ríki og samt við að reyna að ógna tilverunni okkar og jafnvel koma ríkinu þannig fyrir að Guðsríkið, það verður í togstreitu. Og þegar Gísli bróðir minn var að tala kærleikann sem skiptir máli, það hann sem að Guðsríki snýst að kærleikurinn sem réttlæti og friður og fögnuður, hann nái tökum á okkur. Við fyrirgefum hvorum öðrum, við umberum hvern annan, við látum kærleikann ráða og stjórna og við erum ekkert að tala að þetta sé endilega svo auðvelt, en við erum að tala að þetta eina leiðin. Og mér finnst líka athyglisvert að sjá það þegar Baudenbacher tala við okkur nútíma kosningarnar árið 2026 og við eigum að kjósa veru okkar að vera sjálfstætt ríki eða fara inn í Evrópubandalagið, þá sagði hann við okkur, Evrópubandalagið svona í dag, en það stefnir að vera öðruvísi. Og bara þá hljómaði hjá mér þetta 11. vers í Ópenbarunarbókinni 13, ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni og það hafði 2 horn lík lambshornum og það talaði eins og dreki og það hvatti alla til þess að virða fyrra dýrið og tilbiðja fyrra dýrið. Hvers banasár var heilt. Og ég spyrjandi, við virkilega frammi fyrir því að fá að velja ríkið eins og það í dag, að segja já, við skulum fara í efnahagsbandalagið, en svo eftir áramót þá gjörbreyting á. Því að Guð heldur áfram með sína áætlun og ég trúi því að þessi áætlun sem við sjáum hér í orði Drottins, hún sé áætlunin sem að ræður. Því að Guð, hann ræður öllu. Hann veit nákvæmlega hvert verið að fara. Við ráðum því hvort við ætlum að vera í Guðs ríkinu eða við látum leið okkur til glötunar. Það sem að mannkynið stendur frammi fyrir alveg samskonar vandi og gyðingarnir stóðu frammi fyrir. Það var eitthvað ríki sem kom utanfrá og tók völdin. Fyrsta hét Babylon. Næsta ríki sem tók völdin, það voru Medar og Persar. Þriðja ríkið, það var ríki Alexanders mikla.
Fjórða ríkið, það var ríki Rómverja. Og alltaf voru gyðingar meira og minna kúaðir, þrúaðir, þeir þurftu að lúta ríki sem þeir gátu ekki verið sammála. Það virkilega þannig með þig og mig að við stöndum fyrir nákvæmlega samskonar gylliboði, að við eigum að taka þátt í einhverri ríkisheild, einhverri pólitík sem við svo getum ekki verið sammála. Þriðja atriði sem að ýtti við mér daginn, ég sá í Morgunblaðinu skemmtilega mynd, það var talað sólmyrkvann og þá sagði Morgunblaðið er dómsdagur framundan og menn tengdu saman sólmyrkva og dómsdag og það getur vel verið þessi tengt. En allavega, ég veit að eitt fyrsti sólmyrkvi sem mannkynið þekkir, hann gerist svona í kringum 750 fyrir Krist. Og það vitað, þeim brá við þetta, fornleifafræðingum, þeir voru að grafa í borginni Níníve. Og Níníve enn það dag, það var gömul höfuðborg Assýringa. Níníve til, alveg gríðarlega miklar og stóra rústir. Og þeir voru að grafa í borginni nálægt það sem þeir vissu að höllin var. Þá sjá þeir leirtöflu, það skráð í vegginn að það kom sólmyrkvi á þessum tíma. Og þeir fóru að reikna út og það bara passaði, þeir gátu að reikna út að það var 735 eða eitthvað svoleiðis, þá var sólmyrkvi í borginni. En hvað gerðist þá? Nokkrum árum áður, það hafði Jónas spámaður komið til Níníve borgar og hann hvatti menn til þess að snúa sér frá syndum sínum vegna að Guð ætlaði að leggja dóm sinn yfir borgina. Og svo bara skömmu seinna eða líkt leyti þá verður þessi sólmyrkvi sem verður til þess að borgin hún bara gjörir iðrun. Hún snýr við. Þið getið séð þetta í bók Jónasar spámanns. Og það alveg stórmerkilegt að sagnfræðin skulle vera skráð í veggina í Níníve og það að ríkið sem ætlaði að fara sínu fram og ráða öllu sínu og búa til sín eigin lög og fara sína eigin leið var stoppað í ógöngunum sem þau voru að koma í og þeim var sagt að gera iðrun og snúa við. Nú var sólmyrkvi hjá okkur daginn. Taka menn mark á honum? Nei, það bara sól og blíða og gott veður í Keflavík og menn bara virkilega ánægðir með hvernig staðan og við erum ekkert að hugsa að sólmyrkvin bara viðvörun til okkar og við erum ekkert að segja að sólmyrkvin hann að boða okkur endilega endadægur eða dóm Guðs, en það meira sem til í þessu. Ef að þjóðin okkar orðin svona guðlaus eins og okkur sýnist að vera, þá ég hræddur að hún velji dvöl sína í Evrópubandalaginu. Hún játi það að láta kíkja í pakkan. Og ráðum við þá? Ég ekki vissu það. Svo erum við að sjá það að þessu sama mánuði þá kemur eina ferðina alveg gríðarlega mikið magn af fólki í gleðigönguna, Gay Pride gönguna. Og hvað segja henni trúuðu? Hvað segir kirkjan? Og kirkjan veit að þeir sem eru í þessu lífsmáta, þeir ekki Guðsríki. Það segir Páll postuli. Hvað á kirkjan að boða? Eigum að segja, já, við erum bara vinir, þetta bara fólk svona og það getur ekki þessu gert, við erum bara vinir og við skulum sýna í kærleika. Eða eigum að segja hvert við annað, gerum við iðrun, snúum við. Látum ekki syndina ríkja yfir limum okkar. Látum ekki syndina ráða hjá okkur. Hvað gerir þjóðkirkjan? Við erum með gríðarlega mikla stofnun sem heitir þjóðkirkjan og hún ætlar að predika okkur Jesúm Krist og kenna okkur Guðs orð svona eins og það hentar hverju sinni. Það ekkert allt sem fær að hljóma, það bara hvað hentar okkur í dag. Og ég sá að í Hallgrímskirkju gríðarlega mikill renningur yfir Gay Pride vikuna, það sem regnbogafánan og allt það og þeir að berjast fyrir mannréttindum, að engum verði útskúfað og enginn fái að líða illa. En fólki líður samt illa. Við getum ekki að því gert að syndin, hún hefur þau áhrif
þegar við höfum dríkt synd, það kemur inn samviskubit, það kemur inn skömm, það kemur inn eitt og annað sem að við ætluðum ekkert að fá inn. Við ætlum bara að fá að njóta lífsins og fá að gera það sem var bara skemmtilegt og detta í það og annað þess áttar, en það bara kemur allt annað inn. Og við erum bara í vandræðum með það. Einn sagði við mig 1977, hann var búinn að eyðileggja hjónabandið sitt og allt saman var í klessu og hann var að reyna að bæta fyrir skaðan því að hann réði ekkert við vínið. Svo segir það við mig, við stoppaði með honum fyrir framan heimilið hans, keyrði hann heim og þá sagði hann, veistu það Snorri, frá því að ég áttaði mig á því að ég gat ekki ráð við vínið, þá kom yfir mig svo mikið skömm að vera fullur, get ekki sinnt börnunum, veit ekki hvað ég var að segja og allt þetta sem fylgdi drykkjunni, það bara, ég var allur fullur af skömm. Hver sagði honum frá því að þetta myndi fylgja? Enginn. Og hvað voru menn að tala þegar þeir voru á fundum, það var fann að sækja þá voru menn yfirleitt svona að fegra málin. Þeir vissu allir að þeir voru að ljúga hver að öðrum. Þeir vissu allir, það þorði enginn að segja alveg satt. Oft má satt kjört liggja þið viti og það fór á þann veg. Við stöndum frammi fyrir þessu máli að kirkjan, henni boðið að vera stólpi og grundvöllur sannleikans, kannast þið vita? Að vera stólpi og grundvöllur sannleikans þýðir þá að við tölum orð Guðs, samkvæmt Guðs vilja, eftir Guðs vilja og við látum orð Guðs ráða. Amen. Hvað stöndum við ef að sólmyrkvinn verður, regnbogagangan kirkjan þorir ekki að segja og síðan verið að bjóða okkur að taka þátt í nýju ríki sem að stefnir eitt hvert, við vitum ekki alveg hvert, ekki gott að segja við okkur, systkini, leitum Drottins, spyrjum hann ráða, athugum hvað við getum gert, athugum hvaða svar við eigum að gefa, eigum að velja Guðsríkið eða eigum að velja það sem búið til að mönnum og dæmt til þess að glatast. Og það svo athyglisvert með þetta ríki sem að Biblían talar við okkur í Åpenbarunarbókinni 13, að það lætur alla smáa og stóra, auðug og fátæka, frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn getur keypt eða selt nema hann hafi merki dýrsins og nafn þess. Eru virkilega komið svona nálagt þessu að það er verið að leiða okkur inn í ríki sem mun kalla þetta yfir okkur? Og ég segi, systkini, veru vakandi. Höldum vöku okkar. Stöndum frammi við því að Drottinn hann hefur þegar sent okkur viðvörun, hann hefur verið með áætlunina alveg á hreinu, við getum lesið hvað Guð ætlar að gera og hvað mun koma fyrir jörðina og hann ætlar til þess að þú sem maður og kona, þú sért einn af þeim sem segir Drottinn, leiddu mig. Veittu mig þinn heilaga góða anda svo ég megi láta orð þitt leiða mig. Því orð Guðs, það fær sýnt og sannað. Hvað oss leyft eða bannað. Það skal okkar leiða ljós. Og mér finnst líka mjög merkilegt þegar við tökum þessi mál svona fyrir að ef við förum í 12. kapitulan og 9. versið í Åpenbarunarbókinni, þá svo afar athyglisvert að benda á að 9. versið, það segir við okkur og drekanum mikla, þú veist sem átti þetta ríki, honum var varpað niður hinum gamla höggormi sem heitir djöfull og Satan, honum sem afvega leiðir alla heimsbyggðina. Honum var varpað niður á jörðina og englum hans var varpað niður með honum. Þannig að jörðin, hún þess vegna vettvangurinn þar sem baráttan Djöflin var varpað niður og Jesús Kristur kom niður á þessa jörð og þið viti meðferðina sem hann fekk. Hann var hrakinn, hann var píndur á dögum Pontusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn og þetta ein gleggsta mynd sem við höfum af landstjóranum Pílatusi sem lét krossfesta og pína og deyða Jesum Krist bara fyrir þig og mig.
Og Jesús fórnaði sjálfum sér til þess að við þyrftum ekki að lenda í því ríki sem tilheyrir ekki Guðs ríkinu. Hann kom til þess að opna fyrir okkur ríki sitt og hann sagði við gyðingana, gjörið yðrun, Guðs ríki er nálægt. Og þegar hann kenna okkur að biðja, hvað sagði hann við okkur? Faðir vor, þú sem ert á himnum, og svo tilkomi þitt ríki. Má það koma yfir þig og mig? Og þegar ég hugsa málið svona út frá sjálfum mér, þá sé ég auðvitað í hendi mér að ég ætla að vera þeim megin sem að Guðs ríkið er. Guðs ríkið er réttlæti, friður og fögnuður í heilugum anda. Megi náð Drottins Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda vera með ykkur öllum. Við eigum mjög bjarta framtíð í Jesú Kristi. Við skulum biðja saman, Drottinn minn. Þakka þér fyrir að við munum vera hluthafar í þínu ríki og við munum biðja þess, Drottinn, að þú vendir okkur og varðveitir. Hjálpa okkur til þess að hafa dómgreindina sem segir já við þig, sem tekur jáinu við það að halda okkur við þitt orð, þitt ríki, því að mátturinn og dýrðin er þinn að eilífu og takk Jesús Kristur að við munum horfa á það, Drottinn, að vonaríka framtíðin okkar, hún er hjá þér. Það er þú sem munt leið okkur, það er þú sem munt setja fætur okkar inn í nýjan himinn og nýja jörð, þangað sem að þú hefur stefnt okkur til. Við eigum stefnumót við þig og takk Jesús Kristur að þú hjálpar okkur til þess að setja rétta svarið á kjörseðilinn. Við viljum fá að vera sjálfstæð, við viljum fá að vera í ríki þínum, við viljum fá að tengjast þér, Drottinn minn, og við viljum fá að gefa þér alla dýrðina, heiðurinn, í Jesú nafni. Amen. Megi Drottinn sannarlega blessa ykkur. Gjörðu svo vel, Kitty mín. Amen. Amen. Jesús Kristur, hann sagði í Lúkasarguðspjalli að við ættum að vaka og biðja svo að dagurinn kæmi ekki yfir okkur eins og snara. Og andlega talað að þá á kirkjan eigum við að vera varðmenn. Við eigum að sjá á undan. Við höfum öryggiskerfi sumir hafa öryggiskerfi, Vestlandin hafa öryggiskerfi í húsunum til þess að vara við hættunni. En Jesús, hann sagði, heyrandi, heyra þeir ekki, sjáandi, sjá þeir ekki. Og ég upplifi það svolítið að það er að gerast í dag að fólk sér ekki, og jafnvel kirkjan, hlutina frá Guðs sjónarhorni. Við sjáum bara frá mannlegu sjónarhorni. Og mannréttindi eru tekin ofar Guðs réttindum. Þannig að pólitísk ræða, ég veit það ekki, fyrir mig þetta það sem gamlu kallarnir predikuðu, að sem sagt dýrið sem var sært að það myndi rísa upp aftur. Og ef við skoðum söguna, að þá held ég að það sé fá önnur dýrar eða ríki að ræða heldur en Rómaveldið. En við erum að kenna, ég glemdi að auglýsa, það bænastund á þriðjudaginn og það er gott að biðja fyrir þjóðin okkar. Vegna þess að sumir segja að já, það þýðir ekkert að vera að biðja, við erum búin að biðja svo mikið, en sjáðu, það var kona sem hétt Anna, það var maður sem hétt Símeon og það var líka maður sem hétt Nehemía. Þau þjónuðu Guði og Biblían segir þau þjónuðu Guði. Já, þjónuðu Guði, voru að leggja borð fyrir hann, voru að koma með bakkan og eplin og allt það. Nei, það er sagt að þau þjónuðu Guði með föstum og bænahaldi. Og Anna gerði þetta í mörg ár. Þannig að, sjáðu til, ég trúi því, ef að Guð á einn eða tvo í einhverju bæjarfélagi sem stöðulega biðja fyrir bæjarfélaginu, þá breytir það öllu fyrir það bæjarfélag. Það breytir öllu. Þannig að
við skulum bara, já, vera vakandi og biðjandi og skilja hvað það hefur mikla þýðingu að biðja hvert fyrir öðru og fyrir bæjarfélaginu okkar. Á föstudaginn þá komum við líka saman til að biðja og lofa Guð og við erum að fara í gegnum kennslu heilagan anda. Ég er búinn að taka 2 lestra og við vorum að tala um það á föstudaginn núna að það var maður sem hét Pétur og það var bankað á dyr í húsi þar sem hann var staddur og Pétur heyrði ekki bankið en Guð sýndi honum, heilagur andi sýndi honum og sagði við hann, heyrðu, það eru menn þarna niðri og það eru 3 menn og þeir eru að koma og sækja þig og þér er alveg óhætt að fara með þeim. Hann þurfti ekki dyrabjöllu, hann þurfti ekki farsíma. Guð í heilagum anda talaði til hans, sagði honum hvað væri að vera og að það væri í lagi að gera það sem að þessi menn bæðu hann og ég var að hugsa að við sem kirkja, ég leiti í bók eftir kunningja minn sem heitir Árni Þórðarsson, bókin snýst öll tungutal og útlistun og það var bara mjög góð bók. En þetta er bara horfið úr kirkjun okkar. Við þurfum að heyra hvað Guð segir, ekki hvað Facebook segir, ekki hvað RÚV segir eða þessi eða hinn. Við þurfum að heyra hvað Guð segir og það segir í Amos spámanni að það vill ekki nokkuð svo til í borginni að Guð hafi ekki fyrst sagt það þjónum sínum spámannum. En málið er, á Guð einhver að þjóna eða spámenn? Það er spurningin. Er þetta bara pólitík hjá Snorra eða er þetta aðvörun frá Guði? Þú dæmir fyrir þig. En ég trúi því að það sé númer 1, 2 og 3 að heyra hvað andi Guðs segir söfnuðu. Amen. Við erum öll frjáls að hafa okkar skoðanir. Takk Jesús. Það er kaffi og með því uppi, þannig að endilega eigum samfélag og systkini bæði okkar bara einkalífi leitum Guðs. Spurjum hann, hvað er að gerast? Lesum orðið hans. Ekki bara þegar við komum í kirkju, lesum orðið. Amen. Drottinn bless ykkur, varðveiti og takk fyrir orðið Snorri.